Það er alveg óþarlega stórt tap fyrir Finnlandi í dag, ekki? Jó, mér varst það. Full svona, mér misti það frá grann í þriðja og já, við svona pínu svona náðum ekki alveg að svona jafna okkur á því og það er svona geng á lagi í fjórða og tóku allt og auðveldan sig. Svona með við hvernig leikurinn þróast. Mér fannst þetta fínt fram í hálfleik og þriðji var alveg fínt sko, en svo mistuðu smá, þær náðu rönni áhlaupi og við svona pínu brotnum að þessu áhlaupið og það er komið svona þægilegt fórskot og svona sýndu þessu bara í sig í fjórða. Finnland átti, var skrifinu undan lungan úr leiknum. Þið náðu einhvern veginn alltaf að brjóta aftur, þangað til undir lokin. Hvað er að gerast? Akkur náðu ekki það? Já, ég held sko, við gerum svona og þetta er allt öðru leikur en við gerðum til dæmis. Það eru mjög svona fysikal og yfirdekkalla sendingalínur og við erum svona svolítið, það er svona svolítið eins og þetta bara er hérna í þessum alþjóðlega bolta sko og mér fannst því svona að við vorum allt á hægar, sóknarlega við náðum ekki að hreyfa boltann frá vinstri til hægri en sko punkturinn er alltaf að varnarlega náðum við bara ekki að halda þeim fyrir framan okkur. Það komast bara inn í miðjuna trekk í trekk og þá þarf hjálpinn að koma og þá er það bara með auðveld skot hér og þar sko. Lykilatriði er að halda manninn bara betur fyrir framan sig og í stað þess að missa þetta alltaf bara í einhverju transition vörn endalaust sko. Gífurlega ólíkir andstæðingar, Eistland í gær og Finnland núna. Það var sagt frá fyrstu mínútu að Finnlandi vildi keyra á okkur. Já, ég meina svona er, ég veit ekki hvort að Eistlandin hafi verið, hvernig það hafi verið, en þú veist, þetta er svona alþjóðlegur bolti. Það er bara ótrúlega fysikal bolti og menn verða bara einfallega að vera, menn og konur verða að vera tilbúinir að taka á því sko. Og já, auðvitað, ég meina, Finnland er frábæri körfuboltaþjóð sko, hafa verið fremri okkur á flestum stigum, það er bara þannig og mér fannst við farandi orðað, við fannst við gefa með þetta fínan leik og hörkuleik og við vildum að reyna að vinna þetta en það voru svona full mikið af mistökum sem við gerðum og náðum ekki varnarlega alveg bara hluti sem við í lögum við förum bara inn í vídeo og jöfnum okkur á þessu og æfum þetta betur á morgun og höldum svo bara áfram að prófa okkur. Lítur að vera fínt að fá einn dag í æfingu og án leiks á morgun? Já, sko, fyrsta aðstæðan er þannig, það var bara kjörstaða. Auðvitað hefði við viljað spila móti Noregi og bara fá fleiri leiki. Það er náttúrulega markmiðið með þessu að reyna að bæta sig og spila leiki. Já, frídagur, við bara munum nýta hann vel, við þurfum bara að ná áttum og fara yfir þennan leik, reyna að laga það sem maður þarf að laga og það er bara, ég held að ég er búinn að koma þetta 5 sinnum á Norðurlandamót og ég held að Finnland hafi alltaf orðið meistari í þessu blessa 18 ára landsliði kvenna sko og þeir eru bara með hörkulið og ég meina við ætlum okkur að reyna að halda áfram að bæta okkur og meina við höfum Danmörku á fimmtudaginn og við ætlum bara að gera allir að reyna að bæta leik okkar og ef við gerum það og spilum vel og bara vonandi vinnum við og svo bara haldum áfram sko. Þetta snýst það að reyna að bæta sig. Hafið eitthvað skoðað Danina? Já, við sáum að spila framlenda leikum móti Svíþjóð í gær þannig að við munum bara kíkja á þau mál og það eru bara flottar skilur þetta eru, ég myndi giska á þetta væri svona fyrirfram fyrir Finnland með besta lið og svo er þetta vonandi bara Noregur, Svíþjóð, Danmörk, Ísland sem eru bara í þessari baráttu en ég veit ekki, það var eitthvað sem að Íslandin hafi verið að spila hörku vel móti Danmörk á hann þannig að við bara sjáum hvernig þetta er bara, þú veist aldrei hvað það fær skilur. Við ætlum bara að reyna að gera okkar besta og reyna að bæta okkur. Þetta snýst það. Já, frábært.